Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni á Græna hattinum og tilefni að við erum með, held ég bara 3 viðtöl tengt hattinum að þessu sinni og við byrjum hérna á Bluesbræðrum. Verið velkomnir, herramenn, óskaplega lítið vel út. Ég var að byrja á því, sko. Það er sömuleiðis. Svona lítur maður vel út mótnana, maður setur þessi hatt og sólgleraugu. Það er eina sem þarf að gerast. Já, svona allaveginn. Segðu mér frá Bluesbræðrum. Já, Bluesbræður er hugmynd sem kviknaði hjá Dan Aykroyd og Jim Belushi einhvern tíðan í Saturday Night Live fyrir 30 og eitthvað árum síðan. Þar sem þeir ákváðu að heiðra sína uppáhaldstónlistarmenn. Jazz, blues, soul músík sem var ekki mikið verið að spila á þeim tíma. Það var meira að koma út í eitthvað diskóógeð. Og hérna... Engin fordómar samt? Alls engin fordómar. Og eitthvað syntarugl og svona. Þetta voru þessi karakterir sem þeir notið í þessum þætti, Saturday Night Live. Og þetta vatt upp á sig og gerð bíómynd sem varð algjört success og cult success líka. Svo gerð önnur mynd sem var ekki eins mikið success? Já, svo náttúrulega dó Jim Belushi og 20 árin seinna gerðu þeir aðra mynd sem var minna vinsæl en ég horfði með hana daginn, hún er mjög skemmtileg. Músíkin er alveg frábær. Já, alveg æðisleg. Og svo hefur þetta alltaf haldið í lífi sem sagt þessi hljómsveit, þessi The Blues Brothers Band sem eru allt saman í þessum geira heimsfrægir og stórkostlegir sessionistar sem voru hinum þessum böndum. Og já, þetta eru margar plötur og margra miljón eintaka selda af þessu og svo ákváðum við að fara að leika okkur þessu líka. En þeir sem ekki þekkja til þessara tónlistar eða kveiki ekki alveg strax á perinu hvaða lög þetta eru? Þetta I'm a soul man. Og þú veist, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Ray Charles. James Brown, þetta var semst allt fólk sem var með svona cameo hlutverk í myndinni. Lítið hlutverk. Og hérna, og í seinni myndinni meina sig að þá fara þeir í svona Battle of the Bands hljómsveitarkeppni og keppa við hljómsveit sem er sem sagt skipuð B.B. King, Eric Clapton, John Lee Hooker, Bo Diddley og þetta eru bara frægir kallar og þeir standa á kantinum, þeir geta ekki neitt. Og hérna, þannig að það einhvern veginn bara eru allir í þessum myndum og þetta lifir alveg stórkostlegu lífi enn þann dag í dag og eldist náttúrulega ekki neitt. Þetta er svona sem músík bara vera. Þeir voru með tónleika í Orlando bara núna síðustu helgi. Já. Og þetta eru svipuð nöfn í þessu bandi hérna heima á Klakkanum eða ekki? Jú, þetta er allt saman bara... Á akureyrsku mælikvarða. Akureyst... Stór akureyrsku nöfn. Já. Hverjir eru með ykkur? Vá, við erum alltaf 11 eða ekki? Já, við erum 10, 11. Við erum alltaf tókum fyrstu æfinguna saman öll í gær, þá þurftum við að fara í annað húsnæði heldur en æfingarhúsnæði því að það er ekkert pláss fyrir okkur. Við erum Stebbi Gunnar bassa, Valgarður Óli Ómarsson á trommur, Hallgrímur Jónas Ómarsson á gítar. Bróðir hans. Bróðir hans Vala. Blues Brothers. Já. Valmar Valjóts á píanó, Ragnar Jón Ragnarsson, a.k.a. Lobsterinn á Hammond. Af hverju heitir það Lobsterinn? Ég veit það ekki. Það voru spennandi því, það má ekki segja frá því. Nei. Svo er hérna Brynja Elín Birkisdóttir og Hafdís í bakgröddum. Og aðalröddum. Og aðalröddum, það syngja Aretha Franklin lögin alltaf. Við syngjum svona stærsta hlutan af þessu. Svo þú gleym ykkur. Eru fleiri? Við erum með blásara. Já. Wolfgang Frosti Sara á saxofón og Vilhjálmur Ingi Sigurðsson á trompet. Þeir eru rosalegir. Já. Hljóta að skipta öllu máli í þessari. Það skiptir öllu máli, sko. Og þetta er bara, við spilum hérna á Græna hattinum, hvernig var það? Síðan einhver 2 mánuðir eða... Það er 2-3 mánuðir síðan. Og við svo sem vissum alveg er þið gaman, sko. En það var bara, þetta er eitthvað skemmtilegsta gig sem maður hefur spilað, sko. Það var bara allt hoppandi á staðnum, sko. Og talandi það, við erum nú á Græna hattinum, þetta er nú ekkert risasvið. 11 manns, verður þetta ekki að vera ansi náið samstarf hérna hjá? Sko, við lítum á þetta svo ef að hálfvitarnir getur komið sér fyrir hérna, þá getum við alveg verið hérna, sko. Reyndar svo eitt af svona, hvað ég að segja? Einkennum? Já, einkennum bluesbræðurna er að þeir dansa rosalega mikið, þannig að við neyddumst til að gera það svolítið. Já. Sögðum alveg þangað til fyrsta lagi byrjaði við erum ekki að fara að dansa, það er ekkert pláss á Græna hattinum. Svo vorum við hérna bara upp um alla veggi, sko. Enda feikna dansarar. Það er ekkert hægt að vera kjurr í þessari músík. Nei. En við aftur á móti, sko, þeir eru svona einkennismerkir alltaf líka, heljarstökkið og handalöpið og eitthvað svona, sko. Já. Við mundum gera það ef það væri pláss. Það er bara ekki pláss fyrir það, þannig að... Já.
Bíður betri tíma. Já, Já. en við dansum mikið og syngjum mikið. Nei, eins og alvöru kallmenn. Já. Já. Hvað, en þeir eru að fara að spila aftur á hattinum? Við erum hérna í kvöld, Föstudagskvöld. föstudagskvöld, og komast fleiri að þeim vilja. Og já, hvenær byrjuðu? 10 eða? 10 í kvöld. Já. Við lofum alveg fáranlegri stemmingu. Fáranlegri. Já. We're on a mission from God. Þetta er alveg, Eða eins og það útlegst á íslensku. Við erum að vegferða drottins. já. Myndir fjalla sem sagt í fljótu og stuttu máli það að eldri bróðurinn, þeir eru ekkert bræður í álfurinni, þeir eru báðir frá Munaðareskihæli. A brother from another mother. Akkurat, þeir sem sagt, hann kemur úr fangelsi og það fyrsta sem þeir þurfa að gera er að fara að heimsækja mörgja sína sem er sem sagt nunna sem ól þá upp. You promised the penguin you come a visitor. Það er þú veist, bara leið og kemur út. Komast að því að Munaðareskihæli þarf að loka svona fjárskorts. Ráðið við því er gotta put the band back together og fara að safna pening. Það veist að þeir eru bara ekkert frægir, þannig að það er resurslega erfitt að safna pening. Og myndi fjalla sérst þessa vegferð þeirra til þess að reyna að afla peninga til að bjarga Munaðareskihælinu. Stórkostleg bíómynd. Stórkostleg. Já, það er- Seta hana kannski á líka. Það liggur við að við ættum að hafa hana bara í gangi hérna klukkan 8. Já. En hún er nú alltaf sýnd á RÚV svona með vissu millibili. Já, nú, já. Gegnum árin. Og fólk getur tekað á Þetta er því. svona eina af þessum gömlu myndum sem að eldist lygilega vel. Hún er bara... Það er nefnilega að gera það ekki allar. Nei, það gerir Við hún vorum að ekki. tala hérna við hæstvirtan menntaskóla íslensku kennara hér fyrir utan rétt áðan. Já. Og hann einmitt var að tala þetta, hann var að horfa á hann með börnunum sínum, þeim fannst hún æðisleg. Já. Þetta er þannig mynd, sko. Svo kom hann nokkru, ég horfði á Top Gun um daginn. Hún var ekki að gera Já, gott ég ætlaði einmitt að fara að horfa á hana næst. Var hann ekki góð? Ég horfði eins og það var Good Morning Eða sko- Vietnam. Geðveik. Já, sum eru bara einhvern veginn priceless. Ghostbusters. Ég get lofa ykkur sem því að lögin sem að fólk heyrir á tónleikunum í kvöld, þetta eru nánast alla lög sem að fólk þekkir. Já. Sem Það má getur syngja sungið með og Já, dilla já, sér og- dansað og það var gert hérna síðast, sko. Já. Þetta er bara eftir að rífa svo úr ofan hérna og fara upp á borð, sko. Það er það sem er að fara að gerast Það má. í kvöld. Það má. Má. Heyrðu, gaman að fá okkur, strókar. Ég auðvitað bara hvet alla til þess að kíkja á Græna hattinn í kvöld og bluesbræðrast með þessum félögum.